Já, velkomin að Rauðaborðinu á fimmtudagskvöldi í miðju stríði. Við höfum haft það svona undarfærið annars lagið tekið svona við Rauðaborðið sem að mætti kalla rólegt spjall stríð. Fekk Jón Orm Halldórsson og Jón Ólafsson og þetta svona aðferð til að reyna bara að átta sig á því hvernig tíma við erum að lifa og hvað að gerast og núna ég líka bara með eitt gest og það Pétur Gunnarsson, rithöfundur. Velkomin. Takk, Pétur. Ég kallaði þig eins og aðra til þess að hjálpa mér svona að skilja þessa tíma og þegar ég var svona að hugsa á leiðinni hvernig við getum svona hafið spjallið að þú komstu svona til vits og ára í svona hápunkti kaldastríðsins. Ég fletti því upp að þú varst 17 ára þegar Brezhnev tók við af Khrushchev 64, við erum 15 ára í Kúbudeilunni. Síðan 68 þarna framöndan. Þetta eiginlega sko hápunkturinn, Brezhnev-tíminn sem að sumir vilja kannski kalla sem stöðnun, en það raunverulega svona hápunktur heimsveldis Sovétríkjanna, það sem eru svona raunverulegt vald á móti Bandaríkjunum. Heldur að þetta hafi þetta áhrif á þig þegar svona ganga, þegar þú gengur út í heiminn, að þá gengur út í þennan heim? Nei, valla sko, þetta var svo rosalega siviliserað, þetta var í svo föstum skorðum og sko minn tími kannski meira þegar Khrushchev við vald og þá sem þíðan að byrja, þannig að það eru ótrúlega vinsaleg samskipti milli austurs og vesturs og eins og ég segi þetta svo siviliserað og Khrushchev að fara til Bandaríkjanna og hlusta á jazzhljómsveitirnar og einhvern veginn þeir leggja sig svo fram að vera held ég sko þægir og vera samkvæmishæfir skulum við segja, vera samkvæmishæfir og það náttúrulega aldrei geta gerst einhver svona hlutur eins og að fara að ráðast inn í fullvalda ríki og brjóta það undir sig eða skjóta farþegaflugvél í evrópskri lofthelgi niður. Þetta hefði verið gersamlega óheyrt og Brezhnev aftur á móti þá fer nú svona að halla undan fæti finnst mér sko að þá byrja þessi brjálæðislegu tilþrif sko með geðsjúkrahúsin, að allir andófsmenn voru geðsjúkir og þeir þá eiginlega gera Sovétríkin sig bara algjörlega fíflum á þessum Brezhnev-tíma. Ég held að það hafi nú farið að fjara mjög undan þeim þá. En sko þetta var, eins og ég segi, þetta var í það föstum skorðum að maður hafði maður svo sem mjög lítinn áhuga á þeim og maður var alls ekki óöruggur eða hrættur situasjónuna. Þeir voru bara svona eins og Spassky og Fischer, tveir skákmenn við taflborðið og síðan var maður bara að hugsa bítlana og eitthvað allt annað. Já, kannski eins og Khrushchev að teygja þig eftir vestrænni menningu. Já. Hann var í raun og veru mjög skrautleg týpa sko og gatt alveg leikið á ansi mikið hljómborð í þessum samskiptum, stóð náttúrulega tæft í Kúbudeilunni. Það voru 2 kjarnorkuveldi að mætast á einhverjum skurðpunkti. En tókst samt að leysa það. Í símanum. Já, og leiddi til þess að Khrushchev fekk rauðan síma og Kennedy fekk rauðan síma og þeir lofuðu að tala saman til þess að þeir myndi ekki henda. Já, og nú eru þeir alltaf að hringja í Putin, Macron og gegnum þennan síma. Og Boris og þýski kanslarinn, það alltaf verið að hringja í Putin sko, en það náttúrulega kemur bara ekkert út úr því. Nei. Hún finnst bara gaman að vera miðpunktur athyglinnar. Já, hann alveg fastur í þessu sko. Já. En þú nefndir Kúbudeiluna og þá var náttúrulega kjarnorkuógnin. Var það hluti af var hún nálæg eða kemur það seinna? Það kemur eiginlega seinna. Veistu af hverju það kemur þá seinna? Því að það var náttúrulega, sko, váin var þarna í Kúbudeilunni. Já, og váin hún var svo stór. Já. Hún var svo stór, en svo kemur þetta Reagan-tímabil
þegar farið að máta sig við þá möguleika að hafa bara litlar kjarnorku sprengjur sko, sem að munu jáfnvel ekki eyðileggja mannvirkin, bara lífið. Og hann farin að tildra þeim niður bara hér og þar í Evrópu, eða ætlar að gera það, ég man ekki hvort að það gekk fram. Og þá rís upp þessi mikla friðarhreyfing sem að var þarna á 9. áratugum. Hérna þessi hápunktur sem 84. Já, hérna á Vesturlöndum sko, og var mjög virk sko, og þá fór að fara menn sko, að máta sig við þann möguleika að það væri hægt að nota þessi helvítis vopn. Þá var ógnin eiginlega breytingin kemur frá Bandaríkjunum frekar heldur en Sovétríkjunum, þannig að þín kynslóð ekki að horfa af ótta til Sovétríkjana, en ekki nema það að þau séu að brjóta niður sko sitt eigið samfélag með. Já, sko, ég held að hérna manni bara leist ekki á blikkuna og það síjast bara inn í undirvitundina alveg rosalegur ótti sko, sem að Bubbi Mortens virkaði svo vel í laginu, þið munið öll deyja, að þetta var raunveruleiki sko. Þetta var það sem að fólki fannst og var að hugsa og alveg niður í bara unga börn. Já. Þannig að þetta var frekar ískyggilegur tími, þannig að þegar að Gorbatsjov kemur, að þá verður þvílíkur léttir. Krútsjov mættur eftir. Já, og líka bara maður sko, sem að hann var mannlegur, hann átti konu, hann kom fram með konuna sína, hann átti börn og síðan byrjar hann þessa viðleitni að losa í bæði heima fyrir og eins í samskiptunum við Bandaríkin, við Reagan, og hápunkturinn náttúrulega þessi fundur hérna á Íslandi. Og það var þvílíkur stór viðburður náttúrulega á einhverjum vetrarbrautar skala, en þess að þá trúðu menn því virkilega að þetta væri að leysast og þeir væri að semja sig út úr þessu kjarnorku kapphlaupi. Sem þeir gerðu svo, þetta voru áfangar þarna. Þetta voru áfangar. Kannski ekki að þetta kallaði afvopnunarsamningar, en einhver leiti takmörkun á uppbyggingu kerfana, einhver samningar fækkun. Já. Og Gorbatsjov alveg óhyggaður í því og fer hann til Austur-Þýskalands og segir þeim að það þurfi að breyta stefnu og stíl. En síðan sko virðist hann ekki hafa haft þetta fylgi heima fyrir Gorbatsjov. Ég man að við áttum nú kunningja í Pétursborg rússneska og heimsóttum þau og byggum hjá þeim og þau töluðu frekar illa Gorbatsjov. Ég fattaði ekki alveg út á hverju það var, en hann virtist ekki hafa þá hilli heima fyrir sem hann hafði á Vesturlöndum og svo náttúrulega honum varpað fyrir róða sko og rúllettan byrjar sko í Jeltsin og þetta byrjar að rakna upp sko og missa algjörlega tökin á þeirri situásjón. Já, hann mjög sérstök persóna í sögunni því að hann virðist hafa hugsað þetta sjálfur, svona verið að velta fyrir sig að þetta væri lausnin, en hann náttúrulega byggði ekki á neinum svona, hafði ekki stjórnmálalegt bakland eða hann hafði ekki kjósendur sem að studda hann, þannig að þetta var svona maður sem taldi þetta væri bara rétta leiðin. Já. En það var ekki niðurstaða einhvers lýðræðislegra þroskarar umræðu sem var náttúrulega ekki í boði þannig í Sovét. Já, og það eins og öll þessi lönd sko líka með Ungverjaland og Tékkóslóvakíu og Pólland, að það eins og þau hafi alls ekki haft svigrúm fyrir þessar línun eða þessar samræður. Það einhvern veginn, það vantar einhvern veginn gírskiptinguna í þessi samfélög. Það er til dæmis við hérna á Vesturlöndum eða bara hérna á Íslandi sko, við erum með BSRB, við erum með BHM, við erum með Eflingu, við erum með ASI, við erum með ótal sko samtalsaðila sem taka þátt í samfélagsumræðinni og geta sagt nei, hingað ekki lengra eða verið með í að móta það sem á að gera.
í Rússlandi þá bara virðist þetta ekki vera til staða. Það er ekki þessi gírskipning. Það er bara einn helviti smaður og ekki eins og með herinn sem hefur svona lítur á sig þess að hafa pólitískt hlutverk eins og víða annars þar þetta sé ekki að bæla með því, að þá er þetta svo, það vantar í þetta fjölpóla uppbyggingu í umræðinni. Já, það veist ekkert af þessum löndum sko hafa náð því að hafa þennan mjúkleika og þessa miðlun og meiri sé þessi lönd sem eru núna farin í burtu eins og Ungverjaland og Pólland, það er náttúrulega bara mjög sem að setja spurningamerki við pólitíkina þar, þótt að þeir séu núna komnir í lið með okkur gagnvart Pútín sko. Erdogan í Tyrklandi. En þá virðast þeir eiga mjög erfitt með... Ekki allt drengir sem eru með okkur í liði sko. Nei, en þeir virðast eiga mjög erfitt með að sko opna umræðu og allt það sko og fara að reyna að herða tökin, skipa sína hæstaréttardómara og einhvern veginn hafa svona einhver hreðjatök á samfélaginu. Það verðist ekki annað koma til reyna. Við munum náttúrulega enda í því að tala um innrásina. En ef við erum að fara með því núna aftur af því að þú fer til Frakklands, ert þar 68 frægu ári og miklu viðbröðríku ári. Þú ert vinstri sinnaður á þessum árum. Sovjetríkin, hvað höfðu þau eitthvað, þau voru ekki fyrirmynd? Nei, þau voru algjörlega, þau voru bara ekki inn í myndinni. En eftir hvað, hver voru leiðarljós vinstri sinnaðs fólks á þessum árum? Sko, ég man eftir því þegar að það voru náttúrulega bara mjög vinsaleg samskipti milli til dæmis Frakka og Sovjetmanna og ég man eftir því þegar þessir þjóðhöfðingja þeirra leiðtogar voru að koma í opinberar heimsókn til Frakklands. Þeir vildu ekkert nýtt. Þeir vildu bara sko Victor Hugo og klassíkina sko. Það mátti alls ekki vera nútímalist á neinu sviði sko, þá sá maður hvað þetta var hérna staðnað og kalkað og eins og ég segi á þessum árum að þá eru Sovétríkin bara ekki valkostur en sko vinstri menn, þessi vinstri hreyfing sem að ég kynnist, ég kem náttúrulega út 68 og þá er 68 byltingin á fullu og hún er ekkert síður í uppreist gegn sko Sovétríkjunum. Og svona gamla vinstrinu þá í Frakklandi sem að ennþá var svona einhvern veginn svag fyrir. Sko kommunistaflokkurinn franski var algjörlega á Sovjetlínunni. Já, þá ennþá. Mjög Sovjethollur sko. Og þessi 68 hreyfing hún var alveg jafn mikið á móti sko kapitalismannum og Sovjetríkjunum í sínum mótmælum. Þannig hún var voðalega bara opið og nýtt sko í raun og vera, það var held ég erfitt að kortleggja hana en það sem að sko, það sem að svona mótiveraði hana að það var mjög mikið stríð í Víetnam og að semst vera vitni að þessum hryllingi frá degi til dags sem Bandaríkjamenn stóðu fyrir í Víetnam, það held ég hafi nú verið eldsneitið sem að knúði svolítið þessa hreyfingu sko. Og heldur að þessi hreyfing hafi stöðvað þetta stríð? Er það sigur þessar hreyfingar að hafa stöðvað Víetnamstríð? Eða var það hefði hvort sem rétt? Já, það hefði sjálfsagt þátt sinn gang en það hafði náttúrulega mjög mikil áhrif þessi fjöldahreyfing á Vesturlöndum bara alveg frá náttúrulega þessum stundarhreyfingum og yfir í Ólöf Palme og fleira á Vesturlöndum sko sem eiginlega settu Bandaríkjamennu stólinn fyrir dyrnar hvað þetta varðaði sko og endan náttúrulega fóru Bandaríkjamenn bara með skotti á millilagt bara í burtu. Já, þannig það var andheimsvalda hreyfing gegn fyrst og fremst heimsvöld í Bandaríkjana og svo Sovétríkjana svona aukalega. Já, svo náttúrulega alveg til jafns náttúrulega þegar Sovétmenn þetta sama ár ráðast inn í Tékkóslóvakíu að þá var náttúrulega búið með þá litlu samúð sem þeir hugsanlega gátu haft ennþá á Vesturlöndum. Þá bara fór hún. Og það er örugglega upphafið, á vissan hátt upphafið að endalokunum. Þannig er hreyfing, svo við vísum nú pínlítið í daginn í dag, sem að býr sér til svona svæði á milli tveggja heimsvelda. Nú erum við í stöðu þar sem löngu seinna, þar sem að Rússland ræðist á Úkraínu.
og vesturveldin standa einuga á móti og það er ekkert rúm þarna á milli. Annarkvort ertu með Rúmeníu og þar með NATO Já, já. eða að þú ert með Putin. Sko ég held að við séum komnir á mjög kunnulegar slóðir og sko mér finnst alveg æpandi parallelan á milli Putin og Hitlers að heimsstyrjöldin fyrri sem endar hann 1918 að þá stofnað svona reynt að stofna einhvers konar Sameinuðu þjóðir. Hvað hét þetta náttur? Þjóðabandalagi. Þá sem stofnað þjóðabandalag sem á að koma í veg fyrir að þetta gerist nokkuð tíman aftur. Og það býður síðan skipbrot náttúrulega í heimsstyrjöldinni síðari. Hitler náttúrulega segir sig úr því og rífur það og svo skellur heimsstyrjöldin síðari á og valtar yfir sviðið og eftir heimsstyrjöldin síðari þá koma Sameinuðu þjóðirnar og þær undir þessum sömu formerkjum að koma í veg fyrir að þetta muni nokkuð tíman gerast aftur. En Sameinuðu þjóðirnar að þær hafa bara sýnt sig meir og meir vera bara algjörlega lamað verkfæri. Og núna í þessum hryllingi sem að núna ríkir að þá beinast spjótin mjög að Sameinuðu þjóðunum. Hverslags eiginlega fyrirbæri þetta? Sko þetta svo handónýtt, þannig eru einhverjar þjóðir sem hafa neitunarvald gagnvart öllum hinum þjóðum heimsins. Þannig eru einhverjar örfá þjóðir sem eiga kjarnorkuvopn gegn öllum hinum. Ég meina annarkvort eiga allir kjarnorkuvopn eða engin kjarnorkuvopn. Þetta er einhvern veginn svo... Þetta er einhvern veginn svo fáránlega uppsett sko. Og síðan þetta neitunarvald, þessar stíplur sem eru þarna, það verðist ekki hægt að komast að neinu síðuðu samkomulagi nokkurn skapaðan hlut vegna þess að það alltaf einhverja þjóðir sem að hafa þetta neitunarvald, núna Rússar og Kínverjar. Þeir eru búin að stoppa alla viðleitni til þess að komast að einhvers konar til að stemma stígu við þessari atburðarás og það er bara alltaf þetta sko hvert ríki, það má ekki hlutast til málefni annar ríkja. Sko í dag að þá hægt að hafa helförina. Það væri ekki hægt að stoppa hana. Þannig að þú mátt ekki hlutast til málefni annar ríkja. Þetta mér í hug. Þannig að ég held núna sko við stödd við... Eitt af þessu ríki sem eru með neitunarvaldi getur við haft. Já. Og nú við stödd í þessu heimshruni og maður sér ekki alveg hvernig að Putin muni geta bakkað út úr þessu. Þetta er svo brjálæðislegt sem hann er búin að gera. Hann er búin að ráðast þarna inn í fullvalda ríki, brjóta þar allt og bramlega. Þúsundir fallnar. Hvernig er þetta að setjast að samningaborði eftir þetta? Þeir setja því samningaborði. Já, ég bara skil ekki hvernig er þetta að ná þeim samningum. Sko. Ætlar hann að fara aftur út, ætlar hann að byggja aftur upp það sem hann er búin að eyðileggja. Náttúrulega þeir sem eru fallnir að þeir koma ekki aftur. Þannig að ég einhvern veginn ímynda mér að þetta hljóta að vera upphafið að endalokum Putin, sko. Við erum að, vonandi náttúrulega, erum við ekki að fara inn í kjarnorkustyrjöld. Vonandi tekst að forða því, en mér finnst einhvern veginn eins og að það hljóta að koma til mikils uppgjörs í Rússlandi. Í kjölfarið á þessu. Og þá bind ég voni við að það verði nákvæmlega svo þjóðabandalagi var til eftir heimsstyrjöldina fyrri og Sameinuðu þjóðirnar eftir heimsstyrjöldina síðari, að þá muni verða til eitthvað alheimsbandalag núna. Vegna þess að við erum á þeim staði í veröldinni það sem að verður að koma við einhverjum alheimslausnum. Við sjáum bara með umhverfisvandann, hvað er fáránlegt, það annarkvort eru allir með eða ekki, sko. Það verður að leysa það mál á einhverjum svona alheimsgrundvelli. Og eins með kjarnorkuvopn og skipan heimsmála, það verður að gera það
á einhverjum alheims forsendum. Og þetta verður örugglega mjög sársökafullt og þetta verður alveg rosalegt umbróta tímabil sem fer í hönd, en maður bara vonar að veraldin muni rísa upp úr þeim ósköpum á einhverjum nýjum forsendum. En við erum raunverulega á hinni leiðinni. Já. Rússum var hent út úr Evrópuráðinu. Það er verið að loka á þá, þannig að við erum eiginlega á hinni leiðinni ennþá. Þannig að við erum ekki komin á þennan stað sem að gæti orðið til þess að það yrði til nýtt bandalag eins og þú ert að. Nei, ég held að Við erum eiginlega mjög hraðri leið í hina áttuna. Það er mikill þrýstingur á Vesturlöndum, talað það eins og annarkvort verði Kínverjar að koma með okkur í því og einangra Rússana, eða þá að við förum að beita Kínverja einhverjum þvingunum. Þannig að við erum frekar á hraðarleið í hina áttuna. Já, og sko, ímyndarðið sko, ef að þeir myndu nú semja, Rússar og Úkraínumenn, á þessum forsendum að Úkraína mun ekki gangi í NATO og eitthvað svona. Þessar efnahagsþvinganir. Hvernig verða Vesturlönd að setjast að samningaborðinu líka? Því að Vesturlönd eru í efnahagslegu stríði við Rússland. Já. Hvernig á að enda það? Hvernig á að enda það? Ég meina, jáfnvel að þeir myndu leysa sín mál, myndu þessar, sko, heiminum svo gersamlega misboðið af þessu framferði Pútins að maður var erfitt með að ímynda sér að það myndi lagast bara 1, 2 og 3 eins og fingri verið smelt, sko, þessar efnahagsþvinganir myndu fara. Það montugur ekki fyrir Pútín að lofa því að gera þetta aldrei aftur. Sko, Vesturlönd get ekki sleppt takinu nema hvað, að hann bara hverfi. Já, ég held að, sko, hérna Pútín og hans og Lavrov, utanríkisráðherrann, sko, þessi menn eru ekki eiginlega gjaldgengir viðmælendur. Þeir eru búin að ljúga svo svakalega að það er einhvern veginn erfitt að ímynda sér að þeir muni nokkuð tíman að verði hægt að taka mark á þeim. Þeir eru ekki marktækir eftir þetta. En Úkraínumenn sitja við samningaborð, líklega af því að vopnavaldið er svo marktækt að Úkraínumenn verða að finna einhverja leið til þess að stoppa stríðið. Þannig að þeir taka mark á þeim þannig. Já. Þess að þeir eru, ofbeldið kemur frá þeim, sko, og einhvern veginn verður að stoppa það. Vonandi tekst það, sko, og þá bara blasa við þessar rjúkandi rústir. Og svo er þetta náttúrulega svo skrítið, sko, hvernig að Rússar geta komist upp með að þræta fyrir allt sem þeir gera. Þeir sprengja þannig að þetta leikhús og segja nei, við gerum það ekki. Og þetta er eitthvað svona einkenni okkar tímum sem að einkennast svo mikið af upplýsingum að það er eins og sé að þræta fyrir allt. Þú getur skotið niður farþegaflugvél í evrópskri lofthelgi með 390 farþegum og það er ekki hægt að pinpointa hver gerði það. Það segir bara nei, ég gerði það ekki. Það var hinn sem gerði það. Þetta er voðalega skrýtnir tímar og ég tala ekki þessi falski raunveruleiki sem er hægt að búa til bara eftir hendinni. Það getur bara hannað atburðarás og það eru margar atburðarásir í gangi og það er fólk sem er bara á fullu að reyna að vinsa úr því og síja það frá, sko, hvað er bull og hvað er staðreynd. Þannig að þetta er einkennilegi tímar. Já. Ef við förum aftur, af því að við endum næstu því hjá Gorbatsjov. Þegar að Sovétríkin falla, að þá er þessi andstæðingur vesturveldana farin. Og margar bækur verið skrifað hvað það var ljótt kerfi og illt. En það sem að virðist koma út úr því er eiginlega eitthvað sem er eins og þú lýsir þessu, eiginlega enn verra. Hvernig má það vera? Að þegar að þið góða, frelsið sigrar helsið og ófrelsið fyrir austan, að það fæðist úr því eitthvað sem er ennþá verra. Já, ég held að við hefum gert nákvæmlega sömu mistök og í Versailles-samningunum. Eftir heimsstyrjöldina fyrri, þegar að menn setjast að þessum Versailles-samningum, þá er gengið svo hart að Þjóðverjum og það er bara gersamlega valtað yfir þá og ekki síst Frakkar sem vildu bara ganga endanlega frá þeim. Og þeir eru auðmýktir svo svakalega
að það verður síðan sko eldsneitið fyrir Hitler. Hitler talar alltaf um það í bókinni sinni, Mein Kampf, að það ekki til betra eldsneiti í stjórnmálum en hatur. Hatur byggð á særðu stolti. Byggð á særðu stolti, sko. Og hann alveg snildarlega virkjar þetta og mjólkar þetta sér til framdráttar. Og það er eins með Pútín, að Pútín hann náttúrulega vitnar í þetta hrun Sovétríkjanna. Hann vitnar hann í 91 og hvernig þeir voru auðmýktir og hvernig þeir mistu allt og hvernig Vesturland gengu og lagið og neittu færis. Og þetta skilur rússneska þjóðin greinilega. Hún ber þetta hatur í brjósti út af þessari auðmýkingu. Þannig að ég er ansið hættur að í þriðju tilraun að þá þurfi að búa einhvern veginn öðruvísi núta, þannig að svona situasjón kom ekki upp aftur. En nú hefur verið bent á þetta ásælni Vesturveldan og NATO til austurs að hafa ekki unað Rússum eitthvað að halda ykkur stolti. Meðal annars að það að lýsa því yfir að Úkraína eigi að koma í NATO. Að þá er því svarað að það sé réttlæting fyrir innrás Pútín. Já, en þetta er bara svo erfitt mál vegna þess að þessi leppríki Rússa vildu all fara í burtu. Það var svo mikil miðflótti frá Rússlandi og öll þessi lönd, Pólland, Tékkóslóvakía, Ungverjaland, Rúmenía, Búlgaría, að þau vildu burt og Austur-Þýskaland vildu burt. Þannig að það verður einhvern veginn að laga sig að þeirra löngunum líka. En þá setur eftir með gamla stórveldið sært. Já, þá... Þeifandi tímasprengju með stærsta kjarnorkuvopnabúr í heimi. Já, að þá yrði Rússland einhvern veginn að finna flötinn sinn í þeirri situasjón og það náttúrulega þessi rosalegi vígbúnaður og kostnaður við hann og kostnaður við alla þennan imperialisma að hann myndi náttúrulega falla burt ég minna, af hverju geta menn ekki verið eins og Danir sem eiga engar auðlindir og eru bara fólk í sínu landi. Þannig að stórveldis tími Dana þeir áttu Eyrasundið og voru með Eyrasundstollin. Já. Og þeir létu eftir hann en það voru þjóðir í Evrópu að borga þeim skaðabætur fyrir þetta held í 70 ára á eftir. Kannski hefðu Vesturlendir alltaf að gera það við Rússa, borga þeim skaðabætur fyrir að sleppa leppríkjunum í 70 ár. Já, og í raun og veru var það svolítið eftir Versailles-samningana að mönnum ofbeið svolítið hvernig að Frakkar ætluðu gersamlega bara að valta yfir Þjóðverja og bara ganga frá þeim. Og Englendingar vildu það alls ekki, sko. Ef að Þjóðverjar yrðu of veikir, þá yrðu Frakkar of sterkir. Þannig að það var nú svona valdaspil svolítið í gangi sem að hjálpaði Þjóðverjum að þeir líka vesluðu mikið við Englendinga, þannig að Englendinga lánuðu þeim fé og síðan til þess að greiða þessar stríðsskaðabætur að þá tókuður mikið lán í Bandaríkjunum, þannig að bandaríski bankar hafði mikla hagsmuni af því að Þjóðverjar væru þannig og greitu sína vexti. En svo bara kemur efnahagshrunið 1928. Þannig í haustið 1928 þá verður þetta mikla bankarhrun í Bandaríkjunum sem að fer yfir Vesturlönd og þá stoppar allt. Í Þýskalandi þá breytast bankarnir úr útlánastofnunum í innheimtustofnanir og þá kloss stoppar allt og nasista fara úr 2,8% í 28% eitthvað svoleiðis. Yfir 30. Eða yfir 30. Eitt varðandi Pútín að fara, segirðu. En kanntu ykkur dæmi þess að ríki hafi skipt leiðtoga í miðju stríði? Er það raunhæft? Við horfum fram á, okkur finnst þetta að vera eina lausnin, að Pútín fari, við erum að sigra Pútín og þá kemur friður. Já, í miðju stríði, sko, ég meina Hitler, hann náttúrulega fór. Hann tapaði stríðinu. Já, hann tapaði stríðinu. En þá verðum við að ráðast á Rússland, ef við ætlum að láta það
ef við ætlum að láta Pútín drepa sig í bunker í Moskvu, að þá verður rauði herinn að fara þar inn. Sko Hitler, hann ætlaði að taka heiminn með sér í fallinu sko og hann sagði það sko, úr því þetta fór svona þá þýska þjóðin ekki mín verð og hún verður bara að deyja. Það er einskisverð. Hún er einskisverð og hún verður bara að deyja og ef hann hefði haft kjarnorkusprengju, hann hefði náttúrulega notað hana alveg klárlega og þess vegna maður hrættur við Pútín að hann skuli hafa veifað kjarnorkusprengjunni. Ef að þið gerið eitthvað sko, ef þið ráðist okkur að þá mætið henni. Þannig að staðan að þýleiturum til miklu erfiðari. En ég get ekki séð þetta einhvern veginn öðruvísi. Ég get ekki séð að Rússar geti unnið þetta stríð. Ég get það ekki. Ég held hljóti að tapa þessu stríði. Það er svo á vígvellinum. Já, og líka bara þeir myndi aldrei geta haldið Úkraínu og þetta maður bara skilur ekki hvað maðurinn hefur farið inn í vonlausa situasjón. Þetta hlýtur nú að skýrast einhverju leita því að hann þessi einvaldur og hann svona einangraður. Það tala nú allir það sem þekkjan. Það sést á myndum, hann setur langt frá næsta... Hann myndi ekki sitja við svona borð eins og hér. En að tala allir það sem þekkjan, sko Merkel og fleiri, hvað hann sé orðin fjarlægur og einangraður og allt annað maður. Og þarna eiginlega vantar gírskiptinguna, maður sér ekki alveg hvernig er hægt að gíra þetta niður. Við höfum ríki þar sem eru galnir þjóðveikjar árum og áratugum saman, við erum náttúrulega Norður Kóreu en það voru alls konar förðulegir menn í Afríku, hryllilegir menn sko, sem heldur völdum lengi og þannig að ég bara velta við mér hvort að sé sko svona óskhyggja að Pútín geti horfið einhvern veginn. Já og takt eftir því sko að þegar að þessir brjálæðingar eins og Gaddafi eða Saddam Hussein þegar þeir hafa verið teknir burt með valdi að situasjónu hefur versnað. Að þetta einhvern veginn verður að koma innanfrá. Kannski er það líka bara taktík hjá þeim sem hafa ráðist inn í þessu lönd að skilja þau eftir þannig að enginn einn geti stjórnaði því að þau græða raunverulega á stjórnleysinu. Því að markmiðið er kannski að sækja olíuna og því veikari sem ríkisvaldið því auðveldara er það. Já, svo bara virðist þetta vera svo mikill barnaskapur í bandarísku viðhorfi sko að Bush yngri, hann virðist trúaði virkilega að ef hann taki þennan mann úr stólnum að þá mun allt breyta sko. Það fer allt í kalda kol. Hvað gerir þá ef við tökum Pútín út? Annars ég sé ríkja við Bush. Já, sko, þess vegna segi ég það að ég held að það verði að koma frá Rússum sjálfum. Að rússneska þjóðin verður að gera þetta. Og það var náttúrulega við sáum nú þegar átt að steypa Jeltsin og það voru nú einhver viðbröð innanlands við því. En mér finnst þetta að vera, mér finnst mjög erfitt að sjá sko leikinn út úr þessari stöðu. En mér dettur nú í hug sko að því vorum að tala Sameinuðu þjóðirnar. Við höfum fulltrúa í Sameinuðu þjóðirnar. Af hverju sendum við ekki okkar fulltrúa í pontu og að okkar fulltrúi myndi tala þessu máli að það þurfi að ljúka þessari fáránlegu heftingu sem er innan Sameinuðu þjóðanna að koma á einhverju lýðræðislegu skipulagi að það sé ekki einhver örfá ríki sem að hafi þetta ofurvald heldur bara einfaldur atkvæðamunur sem ráði. Og síðan við einhverju, ef ég fara að gera einhverja breytingar á sáttmálanum og þá þurfum við 3/4 hluta atkvæði eitthvað svo leiðis. En að leysa Sameinuðu þjóðirnar úr þessum viðjum sem þær eru í. Getur okkar fullur ekki talað því máli bara? Þá þarf hann að ganga út úr bandalagi með heimsveldinu Bandaríkjunum. Já,
hann þarf Og að ganga. mynda bandalag með öðrum smáþjóðum líklega til að byrja með og öðrum Og aðalega- friðelskandi þjóðum og Já. fara að mynda þriðja aflið í heiminum. Og aðalega þarf hann að ganga upp í pontu og vekja athygli á þessu á vettfangi Sameinuðu þjóðanna. Að láta ekki alltaf eins og ekkert séð. Það var nú hérna fyrir ekki mjög lengur síðan sem að fulltrú okkar vakti athygli á ástandi mála á Filippseyjum. og hérna þessum aðförum einvaldsins þar í skjóli baráttunnar gegn eiturlyfjum og það vakti hún bara miklu athygli og bar árangur. En þannig að ég bara vil fá okkar fulltrúa þarna upp í ræðustólinn og vera bara barni sem segir hann er nakinn. Svo þá átt að segja að þetta kerfi sem var byggt eftir seinni heimsstyrjöld til þess að tryggja framfarir og frið í heiminum sem að Sameinuðu þjóðirnar átt að vera. Stríðið í Úkraínu sýnir endanlega að þetta kerfi heldur ekki. Alls ekki. Já. Og þar er verið að horfast í augu við það að við erum að búið til nýtt kerfi til þess að fyrir samskipti þjóðana sem að gæti haldið frið og framförum og byggt upp mannréttindi í heiminum. Það held ég að sé bara eina leiðin út úr þessum ógöngum að þetta alheimsvald verði til, hugsaði til dæmis bara núna í þessum loftslagssamningum, loftslagsráðstefnum og þar hefur nú tekist að fá svona nokkuð góðan samhljóm þjóða þá vá sem er framundan og að það verði að bregðast við henni. Nokkuð góða samt, Rússar hafa dregið lappirnar. Bandaríkjamenn gengur nú út úr þessu. Og Bandaríkjamenn á sínum tíma gengur út úr þessu og Kínverjar hafa líka sömuleiðis vilja hafa einhverjar aðrar forsendur. En samt þá hafa menn hist á þessum fundum og talað eins og við séum ein andspænis þessum vanda. Við ein getum leyst þennan vanda. Og hugsaði þér, svo er hérna sko almenningur, hann tekur svo mikið mið af þessu, við erum að vanda okkur, að flokka og fara með í sorpu og allt þetta. Svo eru stórveldin bara í þessu, þeir eru sprengja upp borgir og hérna olíulindir og að valda þvílíkum umhverfi skaða á þessum línudansi sko, sem við erum á. Það er ótrúlegt að það skuli ekki vera til alþjóðlegt vald sem að getur stoppað þetta. Sem hefur vald yfir stórveldunum. Já. Er þetta raunhæft, Pétur? Ég vona... Þannig er allir sko menn sem að benda fram ef þeir spurðir í gegnum tíðina. Er þetta raunhæft? Ég vona að sá dagur komi að þetta verði raunhæft. En auðvitað það sem maður óttast er að sá dagur komi að kjarnorkusprengja verði sprengt. Að það verði... Veistu þú nær því núna heldur en þegar þú varst 15 ára Kúbudelinni? Miklu nær. Ég meina, Krúfsjóf, hann hefði ekki veifað svona kjarnorkusprengju eins og Pútín gerir. Og sko, ég held að hljóta að vera alveg rosalega örvænting Pútín megin. Ég meina, hann sér að það eru öll lönd, Vesturlönd eru á mótónum og hann er bara með ykkur örf á að leppa. En svo að Kína hefur ekki viljað að taka afstöðu. Nei. Indland ekki. Nei, en hérna, sko, Kína, maður hefur svo mikla trú á Kína vegna þess að Kína á svo mikilla hagsmuna að gæta. Kínverjar er að framleiða sko allt bara frá tvinnakeflum og upp í hérna eitthvað stórgreipa slátur sko fyrir Vesturland og þeir mega alls ekki við því að það komi einhver snurða á. Og ekki Vesturland heldur. Nei, og ekki Vesturland. Sunka niður í djúpa greppu. Já, eru lokað á Kína. Og Kínverjar eru í alveg hrikalegum málum ef að snurða hlípi á alla þessa viðskiptaþræði sem að þeir halda úti sem að Rússar gera ekki. Rússar eru bara með gas og olíu. Þeir eru ekki með þessi fjölþættu viðskipti sem að Kínverjar eru með við okkur. Þannig að Kínverjar hafa svo mikla hagsmuni að því að friður haldist.
En þessi hugmyndum að við þurfum þú ert eiginlega að tala um nýtt heimskipulag. Algjörlega. Þannig að eftir stríðsárin eru stórveldatími Bandaríkjanna og Sovétríkjanna, svo falla þau. Eftir fall Sovétríkjanna kemur að kerfið sem átti að halda utan þetta heldur enga veginn. Og þá erum við náttúrulega að horfa fram hjá mörgum styrjöldum sem voru á þessu tíma. Ég veist svona, ef þú myndir fólk sem hefði búið í Kongó yfir þennan tíma, hefði nú ekki talið að Sameinuðu þjóðirnar nokkuð tíma komist nálægt í að halda uppi friði í heiminum. En við vitum að það eru mörg stríð sem að vera háð á þessu tíma, en stundu gerist það þannig að það er einhver einn atburður sem afhjúpar það að eitthvað kerfi er bara endanlega búið. Og það þarf að byggja eitthvað annað kerfi upp. Það hlýtur að vera byggt á grunni einhverja svona stjórnmálahreyfinga almennings. Þú nefndir áðan baráttuna eða óttað Evrópumanna við uppbyggingu kjarnorkuvopna sem að gata af sér friðarhreyfingarnar. Það voru öflugar hreyfingar almennings. Maður heyrir ekki frá friðarhreyfingum í dag, þótt þessi stríðin í Evrópu. Það þeirra rödd er bara hjáróma og lítil. Hvar er samtalið sem að gæti áður en að okkar fulltrúi fer inn í Sameinuðu þjóðirnar og ávarpar? Hvaða samtal ætlar Pétur Gunnarsson að ávarpa til þess að hvetja til þess að þetta sé? Já, ég held nú að friðarhreyfingin, þú heyrir ekki í friðarhreyfingunni eins og áður, vegna þess að það eru allir komnir í þessa friðarhreyfingu. Allar þessar ríkisstjórnir eru að tala á Vesturlöndum, eru að tala máli þessar friðarhreyfingar. Þannig að En ég meina græningarnir sem sprutt upp á friðarhreyfingunni, þeir voru að margfalda útgjöld til hermála í Þýskalandi. Finnst þið það ekki vera svona á skjön? Já, þetta, þú ert að vísa til sem var daginn þegar þjóðir eru ákváðu að breyta kúvenda algjörlega sinni stefnu. Græningarnir eru þar í stjórn. Já, og vinstgrænir eru í stjórn hérna. Já, græningarnir í Þýskalandi eru svo afgerandi sprottnir upp úr friðarhreyfingunni þannig. Já, ég held að maður verði nú algjörlega að horfast í augu við það að þegar tímanni breytast. Hugsaðu þér, fyrir heimsstyrjöldina fyrri, þá var friðarhreyfingin alveg ofboðslega sterk í Evrópu að hafna styrjöld, að megi ekki koma til stríðs og það voru allir bara sem að eitthvað máttu sín á andlega sviðinu, Bertrand Russell og Einstein og Rosa Luxemburg og allir sem voru í þessari friðarhreyfingu. Það var mjög sterk. Síðan, þegar Hitler kemur fram, þá breytist þetta. Þá fer algjörlega vindurinn úr seglunum á þessari friðarhreyfingu. Þið sjáðu að komin hann upp brjálaður maður sem ætlar að ráðast á þig. Og þá hverfur svo friðarhreyfing. Og það er seltið svipað núna og með Pútín. Þjóðverjar hafa haft þessa sína stefnu. Þangað til að sjá þennan mann birtast. Sem ætlar að ráðast, sem er tilbúin til þess að ráðast á Grænlöndin og menn er svona nokkuð hrættir að úr Úkraínu þá myndan halda áfram, Eistland, Lettland, Litáen, Pólland. Finnst þér það mikilvægt? Menn eru, mér finnst það kannski ekki, en menn óttast að svo staða er komin upp og ég held að þessi stefnubreyting Þjóðverja, hún helgist mjög af því. Þessi staði komin upp, verðum að bregðast við henni. Nákvæmlega eins og friðarhreyfingin á þriðja áratugnum, Hitler er komin og við verðum að taka mið af því. Þannig að þessi lönd sem eru núna að gangi í NATO, eða er að ræðum að gangi í NATO eins og Svíþjóð og Finnland, mér finnst það bara mjög lógist. Mér finnst þetta ekki verið neins svik við málstæðin eða neins og þetta það er breytt staða sem þeir eru að taka mið af. En nýja heimskipulagið, já Petri, ástandi í Evrópu núna sem allir eru að herfaðast, það er svona eitthvað sem við getum kallað svona vopnaður friður. Og eftir síðsárunum vorum við með svona ógnarjafnvægi sem er líka, við getum kallað það vopnaður frið. Það er bara of mikil áhætta að fara út í átök. En þegar allir vopnast gegn ógninni, það er svona það er svolítið öðruvísi. Það sem allir eru bara
já, allir eru eiginlega í stríðsham, komnir í það að vera tilbúinu til stríðsátaka, til þess að verja friðin. Já, en samt ekki, eins og til dæmis þetta sterka ákall Úkraínumanna lofthelgi, Já. að ekkert af þessum löndum tekur í mál að fara inn í þann leik. Þeir vilja ekki fara í þetta stríð við Sovétmenn, verðast þeir vita þannig maður með kjarnorkusprengju. Þannig að það er kannski ekki hægt að segja að þessi mikla stríðsæsingar, það er aðalega bara tilraunir til þess að svelta mannin inni með þessum efnahags þvingunum og maður verður bara að sjá hvernig spilast úr því. Við erum einhvern veginn á þeim stað núna, bara sjá hvernig spilast úr þeirri stöðu og hvernig munur Rússar þegar að fram í sækir taka þessum 9 tímum sem eru að koma upp hjá þeim. Ég meina menn hljóta nú mjög merkilegt það sem maður hefur heyrt núna það líf sem hafa komið á í Rússlandi. Hafði á sér einhvern veginn allt annað blæ. Þetta var bara mjög frjálst og óheft og það var öll þessi tækni sem er á Vesturlöndum, tölvur og farsímar og bara mjög svipuð götumynd í Moskvu og Pétursborg. Kaffihús og McDonald's. Kaffihús og cappuccino og allt það. Tesla og göttunum. Já, en núna er komið algjört stopp á það og maður veit ekki hvernig almenningur í Rússlandi, hvort að hann fer ekki að hugsa sem gang eitthvað út frá þeim staðrindum. Það getur ekki langa tíma, eða ekki? Þú ert eiginlega búin að einhvers staðar bentur á það að stjórnvöld hafa möguleika á því að túlka aðgerðirnar sem árás á okkur. Ef ég má taka bara svona skringilegt dæmi að Þorsteinn Már hélt fundinn í kaffistofunni í fiskvinnslu Samherja á Dalvík og sagði að það er ráðist á okkur eftir kveikþáttinn. Já. Og þetta ávarpaði starfsfólkið. Þannig að það er alltaf, það er svona ríkt í því að yfirvaldið túlkar að það sé verið að ráðast á þjóðina. Já. Á meðan að Vesturland segja þetta ráðast á Pútín. Mjög sterkt að ná sér í eitthvað svona píslarvætti, til þess að þjappa fólki saman. En maður bara stendur andspænis þessu spurningamerki. Þetta er náttúrulega yfirgengilegt hvað heil risa þjóð getur búið við þröngan skort þegar það kemur að upplýsingum. Ég meina Pútín, hann er búinn að ganga svo langt í að vinsa út allt sem er óþægilegt, allt sem er utanakomandi. Hann er búinn að vera að loka stofnunum bara við Amnesty International og Goethe-Institut og þess vegna Alliance Française á Íslandi. Hann gengur svo langt í þessu einæði sínu að vera bara með þessa einu skoðun og það er ónægilegt hvað honum hefur tekist það ef þetta er satt að 70% þjóðarinnar í einhverju skoðanakönnunum séu fylgjandi þessu stríði og sprakk síðan núna daginn þegar fréttakonan birtist í fréttatímanum með spjaldið. Það bindur nú mjög mikla vonir við einhvern slíkan gjörning. Það geti búið til einhverja bylgju. Já. Mótmæla. Þannig er greinilega gripið til örþrifaráða, þannig er náttúrulega aðstæður sem að kalla á bara örþrifaráð og þau koma þarna hjá þessari konu, vonandi koma þau víðar og hjá fleirum. En það er í Kína, það er 1400 milljónir sem að búa raunverulega við samskonar stöðu og þú ert að lýsa, það sem er bara skammtaðar upplýsingar og allt er í lagi og lýðræði bara leyft ef á að ræða hvort að ég leggja brúna þarna eða hérna en það er ekki einn grundvallaratriði í samfélaginu. Það er engin sem kemst upp með að andmæla forystu kemíska kommunistaflokksins. Það eru 1400 milljónir undir þessu. Kína er bara öskjugósið sem við eigum í vendum. Og það mun koma, við bara höldum niður í okkur andanum og það er ekki núna, þannig að við getum andarólega.
en auðvitað hlýtur að koma að því að þessi kínverska situasjón, hún springur eða hlýtur að hlaupa einhver snurða á þráðin þar líka. En eins og ég segi bara að það vonir sem maður bindur við Kína hvað þeir hafa mikla hagsmuni að því. Ég meina Mao, hann hafði bara enga hagsmuni af Vesturlöndum og hann veifaði kjarnorkusprengju og var bara mjög kókraustur. Ég meina við Kínverjar getum algjörlega staðið af þessi kjarnorkustríð, við erum með stórt land og allt það sko, og hann var ekki með neina verslun eða viðskipti. En skortið aldrei neitt sjálfur, fekk alltaf sinn morgumat og eins og Pútín líklega, hann mun alveg sama hvað þrengt að Rússlandi eða Pútín mun að hafa það fínt sko. Og manstu hvað vorum við að kaupa af Kínverjum? Við vorum að kaupa þessar bækur, manstu þarna, svörtu með rauða kílinum og það var svona á Vesturlöndum einhverja litla búðir með kínverskan varning, kínverst silki og eitthvað svona. Það var ekki þessi mynd sem núna, það sem að Kínverjar eru bara með allan pakkan. Þeir eru að framleiða allt fyrir okkur og maður bindur mikla vonir við þá hagsmuni að þeir hagsmuni muni alltaf halda aftur að þeim. Já, en þú ert samt að vonast þess að verði eitthvað svona lýðræðisbyltingar neili. Já, sko, ég held að kapitalismin virðist hafa það mjög gott í Kína. Já. Og kapitalismin þarf ekki lýðræði. Nei, og fólk greinlega, það hefur orðið þannig mikil efnahagsbylting og komin upp þannig millistétt sem að lifi lífi sem hún nokkuð sátt við. En hlýtur ekki, bara eins og í Rússlandi, hlýtur ekki á endanum að koma að einhverju þannþoli sem að Kínverjar geta ekki. Þeir eru náttúrulega mjög mikið að stjórna núna internetinu. Facebookinni og þessum miðlum sem í loftinu, þeir taka út það sem þeir vilja ekki hafa. Sömuleitur byrjaði að gera það hérna megin líka. Þú farið ekki að heyra það sem að rússneska sjónvarpið segir, því að þú getur snúist. Færðu ekki að heyra það? Það er tekið út úr YouTube og það Facebook líka með einhverja svona ritskoðun, þannig að við verðum ekki undir áróðri frá Rússlandi. Já, en var það ekki eitthvað á forsendum falsfrétta að það væri þannig að koma? Ég hef það sama hjá Giffirum, þessi falsfréttir sem þeir eru að henda. Já, en ég náttúrulega, ég er að tala hlut sem ég bara þekki alls ekki neitt, aldrei komið til Kína og við erum nú verið ekkert Kína, en það er bara, maður getur valla ímyndið sér að þetta muni endalaust geta gengið að fólk verði alltaf þurft af frekara og þurfi alltaf meira og meira rými. Það hefur gerst með öll þessi austantjálsland sem voru að það þurfti í öllum tilfellum meira rými heldur en þeir gátu unað við yfirvöld. Að öll þessi land hafa farið úr þeim böndum sem þau áttu að vera í. Það var reynd eitthvað pínu. Þú nefndir hann áðan að sumir hafa verið að gengið tilbaka eins og Ungverjaland og Pólland sem eru að skrúa niður sko mannréttindi og kvenréttindi og... Já, en hugsaðu til dæmis hana í Prag 68 að þá byrjað að slaka á og allir eru vongóðir að Eyjólfur muni hressast. Bara kemur þetta að þeim punkti að þetta ógnar stjórnvöldum og þá sett stopp og það var náttúrulega eins í Pólandi, Ungverjalandi og seinni árum bara í Egyptalandi og allar þessar byltingar almennings, þar sem almenningu fyrir út á götu. Það ekki mörg dæmi að það hafi leitt til sko breytingar á þjóðskipulaginu. Yfirleitt hafa þessar byltingar sko farið tilbaka eða þeim hefur stólið eins og Íran, þar sem almenningu fór út á götu og gæti ekki komið sér saman hvert þetta fara og þangað til að Khomeini kom og stálbyltingur í. Sko, það er svo rosalegir afturkippir sem hafa komið og þetta náttúrulega, þetta svo glórulaust hvernig Vesturland hafa spilað eins og til dæmis tökum bara Sádi-Arabíu. Þannig tekinn maður sem óþægur stjórnvöldum, hann tekinn í öðru landi, í Istanbul, í sendiráði í Sádi-Araba og hann settur bara í hakkavél og störta niður. Og Trump, hann forseti Bandaríkjanna á þessum tíma og hann segir já, nei, við ætlum ekki að
gera neitt í þessu sko. Við erum í mjög góðum samskiptum við Sádi Araba og þeir eru að kaupa herþotur og vígtól af Bandaríkjumenn og Vesturlöndum líka. Þannig að gríðarlega stóran her, ég held að þessu bara eftir Bandaríkjamönnum og Rússum með fjárútlát til hermála. Já, en hugsaðu hvað þeir komast upp með. Þess vegna segi ég þetta, hvartlega á manni, sko, að helförin gæti átt sér stað í dag ef að hagsmunir gengi í þá átt. En þá ertu raunverulega að segja að 17 ára strákurinn sem var 17 ára þegar Brezhnev tók við völdum. Hann lifði í heimi sem var bjartsýnn og fólk trúði almennt að myndi þróast til góðs. En þú ert ekki bjartsýnn núna? Nei, sko, þessi ár sem að við fengum eftir heimsstyrjöldina síðari bara á Vesturlöndum eru náttúrulega alveg makalaus. Þessi rosalega efnahagsuppbygging sem að verður og þessi náttúrulega neysluvæðing neyslusprengja sem verður og þessi náttúrulega stórkostlegur mannúðarbylgjur, frelsisbarátta svartari í Bandaríkjunum, kvennarhreyfingin, frelsisbarátta samkynhneigðra sem hefur fylgst, þetta er stórkostlegt tímabil en við lifum ekki svona tímabil í dag. Nei, þetta eru ótrúlegi tímar. En af hverju lifum við ekki svona tíma í dag? Já, sko... Það þinni kynslóð? Nei, sko, mér finnst þetta að vera svolítið svona bara eins og fjölskylda sem að býr við falin vanda sem að er reynt að sópundi teppið og fresta eða horfa framhjá en á endanum springur sko að núna í þessu tilfelli Rússland, maður náttúrulega ég held að flestir hafi nú skynjað að þetta var á leiðinni bara eftir því hvernig að maður bara sá á mörgum litlum dæmi, ég meina ferði ekki til annars lands til þess að eitra fyrir pólitískum andstæðingi þú ferði ekki upp í háloftin og sækir farþega sem er þér óþægur ljár í þúfu þú drepur ekki blaðakonu í blokkinni heima hjá henni hún sem var einn aðal gagnrýnandi Pútins ég meina það voru svo mörg svona dæmi sem að þó dæmi sem þú tókst sem Sádi Arabía og Khashoggi það sem fara á Takan og Hakan já, það er mörg svona dæmi sem að segja Kórea þar sem hann fór og lét drepa hálfbróður sinn á flugvelli já maður einhvern veginn nær ekki Norður-Kóreu inn, hún er svo absúrt en bara þetta sem að Rússar hafa verið að gera og Sádi Arabía svona, það eru ótal svona vísbendingar sem að sögðu manni að þessi situasjón hún er ekki starfhæf, hún hlýtur að springa þetta getur ekki gengið svona og sko núna erum við að horfa á Úkraínu sko, allur fókusinn er á Úkraínu en þessi lönd er svo Jemen það sem það er þvílíkur barnadauði og hörmungar okkur tæst algjörlega að horfa fram hjá því sko en þú veist það eru svo mörg svona dæmi sem segja okkur að þessi heimsmynd okkar hún er búin að vera þannig að þótt að bílarnir hafi verið góðir og þetta hafi verið skemmtilegi tímar að þá horfum við núna fram til held ég allt annara tíma og við erum að fara í gegnum millibilsástand sem maður bara veit ekkert hvernig mun spilast úr en maður bara krossa fingur að það verði túristakurs en ekki öskju eða kötlugurs. Sem að myndi kannski laða túristan að síkjast. En ef að það er svo að eftir því sárunum hafi verið einhver leyti magnaða tími og byggður á mikilli efnaðslegur í framþróun en þarna voru líka að bresta alls konar band. Það voru nýlendunar, ef við myndum telja upp nýlendunar sem eruðu frjálsar á þessum árum. Frelsisbaráttur svartar í Bandaríkjunum, kvennarhreyfingin, síðar frelsisbarátta samkynhneigðra og eitthvað fleira. Þetta er góður tími, þetta er tími sem er fullur af von. Það er eins og við sem að fara að búa bæði til nýja heimsmynd og við sem að búa til nýtt samfélag. Ef að við höfum þá tilfinningur að við séum ekki á
á slíkum stað núna, þá það þá líklega vegna þess að svona á einum svokölluðu nýfrjálshyggjuárum, að þá er tilraun í gangi að við afreglumæðum alls konar hluti og þá að koma einhver framþróun og þá að koma til okkar eitthvað samfélag. Það verður afleiðing þess að við hættum að vera saman, við tveir að reyna að ákveða hvernig samfélagum að hafa, heldur bara hættum við að skipta okkur að því, stjórnmálinn draga tilbaka og það kemur eitthvað lausn til okkar. Ef að það er svo að ástandi sem við erum í dag er kannski afleiðing af því að við höfum bara verið ekki gætt á okkur að viðhalda Sameinuðu þjóðunum þannig að gætu mætt óhugnaðinum sem er hægt og bítandi að vera til eins að við höfum útvista voninni að koma til okkar. Þá er það áður en að fulltrúi okkar stígur upp hjá Sameinuðu þjóðunum og þá þarf Pétur Gunnarsson ég held að það sé bara mjög nálægt því að vera einhver svona andleg vakning, það sem að vantar. Okkur vantar að horfa á eitthvað svona, hvernig veröld viljum við búa í, hver eiga að vera gildin sem eiga að byggja upp þá veröld og við verum hefja starf þar. Gæti það verið? Já, ég held sko það sem að hefur breyst frá til dæmis þessum eftirstríðs árum og spila náttúrulega mjög mikið inn í pólitíkina að þá var það voru mikla vonir bundnar við verkalýðshreyfinguna að hún myndi virkja sig gegn kapitalismanum, hún myndi breyta þjóðfélaginu. Það virðist eins og vindurinn sé algjörlega úr þeim seglu núna, þessi vinstrihreyfingar í algjörri upplausn. Til dæmis í Fraklandi. Flokkar sósíalista kommunistar sem voru með yfir 40%, að þeir eru bara í einhverju pilsner fylgi núna, hugsa þér, hvað þetta er mikið breyting. Það sem hefur breyst er að þrýstingurinn núna, hann er utanfrá, það er umhverfið. Að kapitalismin, hann hefur ekki lengur það svigrúm sem hann hafði, það er ekki lengur hægt að fungera í þessu... En elementin inn í samfélagin sem gætu stoppa það, þessu verkalýðshreyfingin eða eitthvað, þau eru ekki til, þannig að það er eiginlega, hvað er það sem stoppar? Það er náttúrulega... Samviska kapitalismans? Já, sko, í öllum þessum löndum hafa risið upp mjög sterkar umhverfishreyfingar, til dæmis í Þýskalandi, þar sem að núna utanríkisráðherrann, þessi glæsilega kona er umhverfisinni og sko það er, umhverfishreyfingin hefur komið inn eiginlega í staðinn fyrir þessa verkalýðsbundnu vinstrihreyfingu. Þannig að það sem að knýr okkur til aðgerða núna er svo miklu stærra heldur en áður og það heimtar svo miklu meiri samstöðu heldur en nokkuð tíman áður. Núna, vandinn er það stóra að við erum næstu öll í sama liði. Það er næstu hægt að bjóða upp á það, að við séum öll í sama liði. Það er aldrei verið sundraðri, maður horfður heiminn. Já. Það er klopna upp. Já, það er ótrúlegt að við skulum vera í þessum línudansi og á sama tíma skulum menn vera að hrista línuna, Það er með ólíkindum, En þetta, hugsaðu þér áður fyrir þá horfðu menn svo mikið til einhvers samfélags sem að myndi koma. Sovétríkin á 3. og 4. áratugnum þá voru menn að fara til Sovétríkjanna og þeir eru að sjá fyrirmyndalandið. Það er ekki neitt fyrirmyndaland til í dag. Bandaríki voru nú lengi vel fyrirmynd. Ég held að enginn meiri segja hann sem skrifaði endalok sögunar, Fukuyama, hann hefur algjörlega snúið baki við Bandaríkjunum. Þetta sé alveg gersamlega gerspilt stjórnarfar og réttarkerfis í mólum og veistu hvert hann horfir? Hann horfir til Danmörkur. Fyrir honum hann tillir núna Dönum upp sem fyrirmyndin sem að væri hægt að horfa til. Danir er náttúrulega alveg stórkostlegt samfélag. Það skuli vera hægt að búa til svona samfélag úr innan gæsalappa engu. En hugsaðu þetta hvað þetta var mikill bara ferðamanna túrismi til fyrirheimna landsins Rússlands og
allar sendinendurna sem fóru og allar bækurnar sem voru skrifaðar þessa dýr sem að býða okkar, að þetta er bara algjörlega búið, það er ekkert svona land til í dag, en núna eru menn hins vegar farnir að horfa út í geiminn, sko, hvort þessi eins og Hawkins, við verðum að yfirgefa jörðina og við verðum að fara... Það er ríkustu menn heims með geimferðaráætlanir. Við verðum að finna bara annar stað í universinu, í vetrarbrautinni til þess að tala ég svona eins og andlega vakningu, þannig að það er náttúrulega samfélag verður að geta hort til þess að það sjálf geti orðið til fyrirmyndar. Það er ekki góð stefna að flýja. Nei, manni líst nú ekki á þá bliku, sko, ef það er eina lausnin að halda á brott. Nei, ég held eins og alltaf, sko, í öllu svona vanda þá verðum að bara horfa til barnana. Bara hvaða veröld viljum við búa börnunum okkar. Og svarið við því það getur ekki orðið annað en uppbyggilegt. Og það er hérna kannski spurningin sem okkar fulltrúi í Sameinuðu þjóðunum þarf bara að spyrja í pontu. Hvaða samfélag, er þetta samfélagi sem við viljum búa börnunum okkar? Og hvaða samfélag viljum við? Og af hverju stefnum við ekki þangað? Má ég enda þar? Já, þetta var endurinn. Það er hérna heimsrun með Tryggvunarsyni og hann vísar til þess að við verðum að byggja upp nýja heimsmynd, ný tæki til þess að komast þangað. Hérna seinni í kvöld þá verður þáttur sem heitir Miðnætti í Kænugarði, klukkan 10 í kvöld. Þá munum við ræða stríðið í Úkraínu og ýmsar afleiðingar þess, meðal annars viðskiptaþvinganirnar, hvað getur mögulega verið í friðarsamningum, hvernig Úkraína getur risið upp aftur, hvernig Rússland getur verið eftir slíka samninga og svo munum við líka bregða okkur til Beijing, þar sem við tölum við Ragnar Baldursson hvernig þetta stríð í Evrópu lítur út frá Kína. En ég þakka hlustendum og Pétri kærlega fyrir í kvöld. Takk fyrir.